núna ég með þátthandingur sem að ég nefnilega búinn að vera að horfa á og þetta eru þátturinn Tveir kallar með þeim Þorsteini Vaff á kallmennskunni og Hauki Bragasyni, góðvinni þáttarins og ég ætla bara að fullkomna hreinskilinn. Það kemur með virkilega óvart þættirnir hjá þeim og ég hef gaman af, ég þannig gerður að ég vill, ef ég að hlusta á aðila ræða saman, þá vill ég hlusta á aðila sem eru helst bara eins ósammála mér og hægt er. Það það sem ég vill vera að hlusta á. Það jafnvel enn skemmtilegra að heyra aðila sem eru með ólíka skoðanir, takast svolítið á eða ræða skoðanir sín á milli. Þetta þarf ekki alltaf að vera eitthvað svona debatt, þetta þarf ekki alltaf að vera það sem annar reyna að vinna eða eitthvað svoleiðis. Bara ef að tveir aðilar eru með ólíka skoðanir, sérstaklega ef annar eru með ólíka skoðanir við mínar, þá hef ég mjög gaman af því að hlusta á það. Við verðum öll heimskari ef við erum bara að hlusta á fólk sem sammála okkur. Ef að ég er sammála öllum mínum, ég á vini á öllu pólitíska róinu og aðilarnir sem ég hef minnst gaman af að ræða við svona hluti, það eru aðilarnir sem eru sammála mér. Og það eru aðilarnir sem við eigum ekki að vera einbeitt okkur. Það verða allir heimskari í bergmálshelli. Þú átt að hlusta á fólk sem er kannski ósammálaður og þú átt að hlusta á fólk sem er á hinum endanum á spektruminu eða ef þú ert í miðjunni þá kannski sikkurum megin. Allavega, þú átt að vera opinn fyrir því að hlusta á allt. Það þýðir ekki að þú þurfir að vera sammála, það þýðir ekki að þú þurfir að sannfæra staði. Þú átt að vera opinn fyrir því allavega að hlusta. Og það sem er líka við hana þátt hjá þeim félögum er það að venjulega er það þannig að vandamáli hans Steina hefur verið það í gegnum tíðina og það sást kannski best þegar hann var að mæta og spjalla við Frosta í þættinum í Samstöðinni. Það var hann eiginlega bara að tala í einhverjum klisjum og það var alveg skelfilegt að hlusta á. Það var svo mikið yfirlæti, það var svo mikið, hrokinn var svo mikil og það var, og það, eins og segi, hann var bara að tala í einhverjum fræðilegum hugtökum án þess að segja neitt með þeim. Þarna er bara allt annað hlutur. Þeir segja nú í þættinu sínu að Haukur hafi bannað honum að fara overboard í að ræða, í að nota hugtök, femínísk hugtök og mikið, sem finnst gott múf, mjög gott múf vegna þess að það sem við erum að heyra í þessum þáttum er bara, þetta er allt annað heldur en maður er vanur að sjá hjá þeim, frá þeim, báðum. Og ég hef oft talað um það að þessi hroki hans Þorsteins, það sem er að segja mönnum til syndana og skamma menn frekar en að tala við þá. Sá Þorsteinn er ekki þarna í þessu þætti. Allavega ekki hingað til og ég vona hann haldi svona áfram því að ef hann ætlar að ná til fólks þá er þetta leiðin til að gera það. Hann er þarna, þeir eru mikið að ræða saman, þeir eru alveg auðvitað með sterkar skoðanir en þeir eru samt ekki að tala niður til fólks í þáttunum. Mér finnst það kom mér á óvart þegar ég held ég væri bara að fara að hate-watcha þetta svona til að byrja með en eins og segjum, ég er bara #1 fan og og skal ég segja það þýðir ekkert í þessi sammála þetta sem fram kemur langt frá því en ég hef gaman af því að hlusta á það núna vegna þess að þeir eru að velta hlutum fyrir sér og þeir eru að velta alls konar hlutum fyrir sér. Þeir eru meðal annars að velta fyrir sér í þessum þætti eru að velta meðal annars fyrir sér svona tradwife dæminu og það er mjög áhugavert að hlusta á það. Ég hefði alveg getað svarað nokkrum af spurningunum sem þeim vörpuðu upp en ég efast að sé að fara að bjóða mér í þáttinn einhvern tímann á næstunni, það er allt í lagi. Ég verð enga síður að hlusta, það breytist ekki en það sem ég ætlaði hins vegar að það sem ég fannst eitt algjörlega áberandi og ég ætla bara að taka það fram, það sem er að koma er líklega svona versti parturinn úr þættinum. Þetta er eins og segi, ég vona að Steini haldi áfram eins og hann er að gera í þessum þætti því að því þetta er allt annað heldur en hrokagikkurinn sem við höfum verið að fylgjast með upp á síðkastið. Þarna er hann bara, hann sjálfur, hann er ekkert að reyna að vera með hvort sem það að hann var bannað eða ekki. Við ætlum að hlusta á það sem að Haukur hefur að segja og ég ætla að segja ykkur af hverju mér finnst það svona slæmt. Hlustið nú vel.
ég veit ekki hvort það fara út í það, jú, bara svona stutt að sko, tradvæf hugmyndin og það allt er samkvæmt, sumum af þessu sérfræðingum, hún er svona óþægilega tengd við white supremacy. Þeir eru svolítið, sem sagt, þeir sem að gefa sig út fyrir að vera þar. Já. Þeir eru rosa mikið á þessum nótum. Konan á bara að vera heima og hún er bara að sjá hitt og þetta og kallinn er aðal og flottastur og má vera að gera það sem hann finnst og það sem hann vill. Já, ég meina, já. En þetta er alveg snúið. Ég meina, ég meina vinkonur mínar og svona vinir í kringum mig þú veist, eru náttúrulega bara þú veist, það er allan í okkar samfélagi, það er svo mikill hraði, það er svo mikla kröfur, það er svo þú veist, það er svo mikið af öllu að feminískar konur í kringum mig, það er að hugsa bara djöfull var ég bara til í að vera heimavinnandi og þú veist, og þurfi ekki að vera útivinnandi og svo bara skiljanlega þegar að þegar þú ert buguð, þannig að þessi orðræða og þessi jafnvel pressa sem á að vera eftir svona verð hún talar auðvitað inn í skilurðu, það sem er í gangi en svarið er auðvitað ekki þú veist, að læsa konundar aftur inn á heimilunum. Nei. Svarið er auðvitað þú veist, meira hvað maður að segja, starra samfélag og meiri nánd og minni kapitalismi og eitthvað. Já, og það er það var líka eins verið að bera okkur saman við sko aðra dýrategundir sko við nefnilega sko fólk á hlutfallslega mörg afkvæmi á Ok, við ætlum að kvarta en ég mæli alvöru með þættinum hjá þeim. Ég hafði gaman að því að hlusta á það og ég þoli ekki þegar að vera viðra eitthvað bara, þú veist, svona hluti bara, að hverju er maður að hlusta á það og ég ætla bara að segja bara unironically, ég hafði gaman að þættinum þeirra. Ég gerði það. En mér langar að benda á eitt. Þetta tradvæft dæmi og að konan mér finnst það rosalega ósanngjarnt að bera það saman við white supremacy. Það er hugmyndafræði sem er ekki hvítað uppruna, sem er miklu verri þegar kemur að því að loka konundar inni og gera allt slíkt. En ég var rosalega ánægður með margt sem þeir sögðu. Ég ætla að koma kannski betur inn á sumt að ég geta mjög líklega að ræða eitthvað hluti sem þeir félagar er að segja þarna í þessum þáttum og ég er ekki að gera það til að vera með einhver leiðindi við það vegna sem mér finnst í alvöru áhugavert það sem þeir eru að segja og gera þarna. Og mér langar að hrósa þeim fyrir það. Þetta er allt aðrar útgáfur af þessum mönnum heldur en ég hef séð á almannafæri eða séð í gegnum tíðina og mér finnst alveg eins og við gagnrýnum það sem miður fer þá ég var að hrósa því sem vel er gert. Ég vona að þetta sé vegurinn sem þeir félagar ætla að halda sig á. Því að ég allavega hef gaman að stöttum, heita 2 kallar, ég mæli með þeim. Mér finnst það sem flestir ætti að horfa á. Hvort þau eru sammálaðið með ekki.